Ég fékk hérna bara einhverja opinberun hérna eftir áramót í einhvers konar trúarvakningu í ákveðnu málefni sem ég get nú kannski ávarpa hérna örstutt inn á eftir, en það bara snera því, Gunnar, lokaðu fréttamiðlum, hættu að lesa skoðanapistla og ekki taka þátt í þessum skotgrafa hernaði. Farðu, dragðu þig tilbaka, kjarnaðu þig, mættu í vinnuna, láttu gott að þig leiða, smitaðu frá þig gleði, ást, kærleik og raunverulegu umburðarlyndi. Skilurðu? Já. Vertu til staðar fyrir barnið þitt, vertu heiðarlegur við konuna þína, sláðu grasið þitt, skilurðu, þvoðu bílana þína, farðu í bíó með nágrunniðinum, borgaðu skatta, skilurðu, og bara, vertu raunverulega breytingin sem þú vilt fá að sjá í samfélaginu. Og það hefur áhrif. Og það er einmitt, það er í svona 12-spora kerfi sem ég er búin að vera að brasi í mörg ár. Og talaðum aðlöðun, sem sagt, frekar en áróður. Já. Og ég er búin að vera í áróðri í mörg ár. Skilur, í einhverjum svona réttlætri baráttu fyrir einhverjum breytingum. Og það sem gerist þegar við fara að beita sem sagt, þessum áróðustöktum, að ég ekki bara missi sem sagt, bara trúveruleika. Fólk hættir að taka mark á mér. Skilur hvað við? Og fólk bara lokar eyrunum fyrir því sem ég er að segja. Ég fyrir að missa þessa heilbrigðu vini eða þessa vini í kringum mig sem ég á miklu meira sameiginlegt með heldur en ekki, skilur við hvað við? Algjörlega. Og það er bara svo sorglegt þegar við, fyrir að missa fólki í kringum okkur eða ættingja bara einhvern veginn, út af því að það er bara eitthvað svona stórt sem við erum ekki sammála en svo getum við deilt alveg svona miklu, Þannig að síðan að ég varð fyrir þessari djúpu, ég raunin bara andlegu, bara breytingu innan með mér, þá hefur líðan mín bara breyst til muna. Já. Ég er bara annar maður.